Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og við ætlum næst að tala druslur og druslugöngu. Til að byrja með fyrir miðaldra kettlingu eins og mig, þá orðið drusla, þetta alveg bara já, við ætlum að titla þig druslu og ég fæ bara pínu hnút í magan. Hvers vegna heldur að þetta orð hafi orðið ofan á í þessum pælingum öllum saman? Út frá mér og það sem mínar kenningar liggja, sem rætt við vinkonur, að þetta náttúrulega hefur alltaf verið titlað rosalega ljótt orð. Að ég man bara eins og þú veist í framhaldsskóla, að þá var þetta hún er sko drusla þessi, hún er að sofa hjá þessum og hinum, bara hann algjör drusla. Og það var aldrei til eitthvað orð yfir stráka. Þeir voru meira bara einhverjir, hvað sem var hönk eða pimp eða eitthvað þannig. En ef að stelpa var að gera nákvæmlega sama, þá var hann titluð drusla. Og ég held pínu til að hvað segir maður íslensku, provoke. Já, bara ögra. Já, til að ögra. Þá hefur þetta orð verið tekið til að sýna bara, þetta er ekkert neikvætt orð. Það eru bara við í samfélaginu sem hefur sett gríðarlega neikvæðan stimpil á það. Og á annað kynið kannski. Já, og einmitt þú veist, ég hef rosalega sjaldan, eiginlega bara aldrei heyrt einhver tala neikvætt karlmann sem druslu. Það er alltaf meira æ, hann er bara algjör drusla, ha 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 ha. En ég veit að yfirleitt ef það þú veist, maður hefur heyrt bara já, hún er bara algjör drusla. Þetta er innsoginu. Guð minn góður. Algjörlega þannig. Þannig að þetta er einmitt núna, þá viljum við bara taka orðipinnin tilbaka og bara, nei, þú veist, ég er bara drusla, ég er stolt af því. Og ég bara fæ sjálf að ráða, skilurðu, hvað ég seti í það. Þannig að þetta er líka, þetta er líka kynja pælingar. Já, og þetta er líka, hefur maður heyrt, ekki bara ef þetta er til dæmis stelpa sem að fólk hefur ákveðið sér að sofa hjá mörgum. Þetta er líka, þú veist, að fólk er að fara á skemmtistaði og já, hún er, þú veist, druslulega klædd eða, er í einhverjum sem fólk myndi segja stuttpils eða það sem að sést í brjóstaskóri og þá er hún líka drusla. Þó svo þetta sé bara, þú veist, maður ætlar að setja fólk eitthvað box, bara afar normal manneska. En svo geta einhverju sagt, er þá verið bara að ýta undir það að ungar konur nú til dags færi bara að sofa hjá hópi manna og klæði sig gærulega? Er það markmiðið? Nei, svo sannarlega ekki, en þetta er kannski meira verið að, sem sagt bara að valið er hjá okkur, bara fólkinu. Að ef að ég tek meðvitað ákvörðun að, þú veist, bara að þetta er bara eitthvað sem að mig langar að gera því að mér, þú veist, að því að mér langar að prófa það eða hvað sem það er, en að þá er ég rétt á að fá að velja fyrir mig án þess að fá einhvern stimpil á mig. En að sjálfsögðu, þá náttúrulega myndi maður aldrei vilja stuðla að neinu, en þú veist, að fólk skilur sé bara, náttúrulega bara passi upp á sig og sé velja fyrir sig og gera fyrir sjálft sig. En meira mitt líka, þú veist, að ég má velja í hvernig fötum ég er. Og maður hefur pínu verið að sjá, þú veist, til dæmis, á sérstaklega Íslandi að konur eru í blúndufötum og blúndutoppum og kannski einhverju hvítum ból yfir og það sést í geirvörturnar. Og mér finnst það rosalega flott af því að það er bara pínu vera að halda í eins og við fríði nippul að ég má velja fyrir mig. Þú veist að, ég er ekki að reyna vera örvandi fyrir næsta mann. Mér finnst það flott sem að ég er í. Og af hverju má ég þá ekki vera í því að því að eins og við sjáum bara kallmenn þeir ganga byrjar á ofan og það er kannski núna komin aðeins meiri bylting í það að konur myndi fara að gera það saman fyrir bara 2-3 árum þá var það ekki þannig. En drusluganga verður haldin. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Sem sagt, fyrir norðan, hjá okkur í Akureyri, þá erum við með drusluganguna 29. júlí. En hún er í Reykjavík á sama tíma? Hún er í Reykjavík á nákvæmlega sama tíma og það er alltaf gengið klukkan 2, bara alls staðar á landinu. Bara sýna hann samhug, sýna hann styrk. Og líka haldin í Reykjavík, þar er hún gengið frá Hallgrímskirkju, en hjá okkur fyrir norðan þar er hún gengin frá Akureyrarkirkju, klukkan 2. En gangan hefur alltaf verið frekar lítil fyrir norðan og okkur langaði í ára bara gera hana rosa stóra, bara hafa alls konar eins og Elíninga vinkona mín segir að hafa hávað í kringum hana. Að þá erum við með peppkvöld 27. júlí sem að koma fram hljómsveitir, frítt inn á Græna hattinum og svo daginn eftir 27. þá erum við listasýningar
í tengslum við druslugönguna sem heitir druslulist. Og svo gangan sjálf nær svona, þetta nær hápunkti á laugardeginum, þar sem að gangan gengin og svo við erum búin að fá rosa flott fólk til að vera bæði með, það ljóðaslam, það ræður, það tónlistaratriði, bara, þú veist, það alls konar, zumba. Hvað ljóðaslam? Í mér líður þess að ég þurfa orðabók, sko. Nei, sko, ég skilði, það ekki mín deild, en þetta svona, hérna ein mitt sem í hópnum, hún rosa góð að skrifa og þá mitt hefur þetta verið svona, eins og gjörningur þegar verið að flytja ljóð. Í staðan fyrir fólk svona standi og lesi bara á bókinni, þá svona alls konar tilþrif og stundum fólk 2 eða 3 í þessu og þá verið að ratta og þá farið upp og niður og þetta rosa flott. Skemmtilegt. Já. Og þetta fyrir alla, en hafi þetta verið, sem maður hefur séð svona, þetta svona kannski aðalega yngri konur, akkur ætli það sé? Erum við eldri orðnar alveg forpokaðar? Nei, svo sannarlega ekki og ég sé sko líka þú veist að þetta svona kannski náttúrulega bara, mér langar að segja að tabúið sem sagt við kynferðislega ofbeldi, það byrjaði svona kannski að bresta kringum 2011. Þá byrjaði að koma út mikið af greinum, það var kannski alltaf aðeins verið að grasserast en í kringum 2011. Og þá kannski bara þessi kynslóð svona sem að, þú veist, þessi yngri kynslóð svona líka kannski aðeins nær, að þetta, núna eru bara konur á öllum aldri stíga fram, en það kannski voru fyrst til að byrja með voru þetta yngri konur. Og svo talað ég sé það svolítið mikið á samfélagsmiðlum, hashtagið höfum hátt. Þetta að vera ekki að þegja á sópundi teppið, heldur bara segja, það partur af þessu konsepti líka? Já, en þú veist, ég sé þetta alltaf bara skilur fyrir mig druslugangan, hún þú veist, gengin skilur en allt sem kemur í kringum eins og Fríði Nippúl og þú veist, höfum hátt og þegar við erum að skipta prófílmyndum að ég sé þetta alltaf bara í svona samhengi, þú veist, við erum öll að berjast fyrir því sama og kannski bara mismunandi vegu að þú veist, mér er rosa flott að nýta sér þessa samfélagsmiðla og þú veist, það náttúrulega dreifist boðskapurinn enn hraðar. En mér finnst líka rosa mikilvægt að hafa eitthvað eins og druslugönguna þar sem að við komum saman, það er náttúrulega allt önnur dýnamík. Þegar 100, 200, 300 manns koma saman og þú veist, finna stuðninginn og allt það. Þannig að þetta ekkert bara fyrir konur? Nei, þetta og mér finnst rosa mikilvægt líka að þetta kannski byrjaði svolítið sem náttúrulega konur hafa, bara því miður það þannig að konur eru mun algengara, þær verði fyrir ofbeldi. Það sko náttúrulega bara algjörlega kallmenn verða svo sannarlega fyrir því líka. Og það hefur bara verið með ennþá meira tabu kringum það, en því betur er það líka, þú veist, að opna. Verið að opna á það, þannig að þetta er svo sannarlega bara fyrir alla. Þannig að ofbeldið og kynferðisofbeldið og eða þá andlega ofbeldið í orðaforðanum, það er kannski þetta stóra baráttumál? Sko, baráttumálið, eins og ég sé það, þú veist, að það er þetta bara að skila skömminni frá þolendanum til gerandans. Af því að það vill svo mikið verða að manneskjan sem verður fyrir ofbeldinu, eins og við segjum, höfum hátt, að hún situr með þetta og hún bara, þú veist, hún einhvern veginn verslast all upp, að þetta étur hana innan. Og svo kannski, nú veit ég náttúrulega ekkert, skilurðu, þannig séð eins og maður veit ekkert manneskjan sem er gerandinn, en ofta tíðum þá bara halda þeir þessar manneskjur áfram með lífið eins og bara ekkert hafi í skorist. Ég sá sögu daginn á Facebook þar sem var kona sem lenti í því að veskinu hennar var örugglega stolið á Laugaveginum. Ég veit ekki hvort þú hefur lest þetta. Og það voru 3 menn sem réðust á hana og stálu veskinu hennar og héldu síðan áfram. Og hún var að líkja viðbrögðum lögreglu við þessum töskuþjófnaði. Þar sem að sko, hún hafði rauninni engin sönnunargögn að hún hefði verið með töskuna. Hún sagði ekki nei. Hún var alveg að sveifla veskinu ögrandi fyrir þjóf og aldrei í ferlinu efaðist sko skilurðu fór ekki að spurja, sagðurðu nei, sagðurðu og vildir ekki gefa veskið þitt, sagðurðu það hátt, sagðurðu það skýrt, varstu sveiflað í ögrandi, skilurðu, og mér finnst þetta svolítið svona skemmtileg pæling upp á þetta með kynferðisofbeldið, að ef þetta hefði verið nauðgun, hefði það verið sama treatment, sko, eða sama viðhorfið. Þetta er nefnilega sko það sem að mér finnst svo gríðarlega erfitt og það er svona sko að, þú veist, hvernig dómskerfið, eða þú veist bara kerfið tekur á þessu, að því að, þú veist, ég meina, sko, bara það er svo mikið bara þjófnaður, eða þú veist, einmitt bara eitthvað svona, einhver svona stuldur. Það sem að fólk er að fá mun hærri dóm en kynferðisbrot
með nokkuð tíman fá og langflestar svona málin sem eru kærð, þau bara komast eða ekkert áfram. Eða þú veist, annarkvort þetta, þá verður þolandinn bara, þú veist, hræddur, óöruggur, dregur tilbaka, bara eru erfitt, sem ég skil mjög vel. Það ekkert grín að fara með svona málskoði í gegnum að það tekur gríðarlega á og af þér sem mannesku. Og ég sko, svona, mér finnst bara frábært hvernig samfélagið að taka á þessu, en það einmitt svona okkar svona, sem einmitt erum svona aktivistar í þess að maður vill sjá líkamlegt kerfið. En ég held að það sé alveg að gerast, það náttúrulega gerist náttúrulega bara hægar og maður sér kannski og heyrir minna því en ég held að sé alveg verið að gerast líka og þegar maður ári stafrænt ofbeldi og það núna líka bara verið þú veist að koma með lög fyrir bara stafrænu kynferðisofbeldi. Nákvæmlega. Þó fyrr hefði verið en allavega þá það að gerast sem bara sko bráðnauðsynlegt. En það væntanlega hægt að kynna sér druslugönguna og alla viðburða í tengslum við það á samfélagsmiðlum, gerir ég ráð fyrir? Já, við erum með, þú veist, þetta heitir druslugang á Akureyri, druslupepp á Akureyri, druslulista á Akureyri, þetta er allt bara ívent. Svo erum við að fá auglýsingar og prentun, bara núna sem við erum að fara að hengja upp bæinn og okkur langar líka sem ekki að hvetja bara alla á landsbyggðinni að koma. Það eru sum samfélög sem sveitafélög sem verða kannski með eitthvað svona fyrir sjálft sér en endilega við viljum að landsbyggðin gleymist ekki því það gerist oft. Höfum hátt. Höfum hátt, algjörlega. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.